gaman að sjá okkur öll hérna og við erum, eins og við erum komið fram, við erum komin hérna saman til þess að halda upp á dag heimstrúar. Og þetta hefur verið gert frá miðri síðustu öld. Og mann fellur á 3. sunnudag í janúar ár hvert. Og dagurinn hefur þann tilgang, og þess vegna erum við hér, að minna okkur á brýna þörf fyrir heimstrú sem að sameinar í stað þess að sundra. Öll trúarbrögð eru frá Guði komin og það aðeins einn Guð. Það því mikilvægt að fylgjendur allra trúarbragða geri það sem í þeirra valdi stendur til þess að hlúa að einingu mannkyns og hins friði. Velferð mannkyns, friður þess og öryggi óhugsandi, segir Baha'u'lláh, nema og far til eining þess hefur verið tryggilega grundvöllur. Og þessi dagur á sér uppruna í Bandaríkjunum en hann hefur fest rætur víða heim. Og ég sagði að þetta hefði byrjað miðja síðustu öld, en eftir að Martin Luther King var myrtur 1968, en hann fæddist einmitt 15. janúar, tengist fyrirmynd þess mikla andlega leiðtoga einnig þessum degi. Og fyrir þá sem að fylgjast með þar, að nú svo komið það í Bandaríkjunum með 3. mánudagur í janúar, opinber frídagur, helgaður þeim hugsjónum sem Martin Luther King fórnaði lífi sínu fyrir. Og eins og við komum fram, þá það svæðisráð Baha'i í Kópavogi sem stendur að þessum viðburði. Og þegar við höfum alltaf gert þetta áður, þannig að við erum svona í ákveðinni tilraun með okkur. Að við ákváðum að boða ekki til málstofu. Þess í stað erum við hingað komin til þess að njóta samveru með listrænu ívafi eins og þegar við heyrt. Þar sem við getum hvatt hvort annað til dáða með uppbyggilegu samtali. Og við erum öll að gera okkar besta til þess að skapa betra samfélag. Öll erum við og með því að koma saman, sköpum við mótvægi við þá ríkjandi strauma í samtímanum sem stía fólki í sundur stað þess að sameina það. Og eins og við vitum að mannkynið gengur í gegnum mikið ófriðar tímabil. Og svo heimsskipan sem reist var á rústum síðari heimsstyrjaldarinnar í uppnámi. Þetta bæði við Sameinuðu þjóðirnar og Bretton Woods stofnanir sem oft eru kallaðar, það að segja Alþjóðabankann og Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Og þessar tvær stofnanir vöktu gífurlega miklar vonir eðlilega eftir seinni heimsstyrjöldina. En þetta ekki fyrsta skipti í sögunni sem slík staða hefur komið upp. Sú tilraun til þess að koma á heimsskipan sem stuðla gæti að hagsæld og friði í kjölfar fyrri heimsstyrjaldarinnar, það að segja Versailles-samningarnir og Þjóðabandalagið, mistókst með hörmulegum afleiðingum. Það miklu hörmungar sem mannkynið gengur í gegnum núna þurfa að skapa forsendur fyrir dýpri og varanleg samstarf og samkennd milli þjóða heims og ráðast að rótum þeirra spennu og ójöfnuðar sem einkennir samtímann. En hvað gagn í heimstrú? Hvað gagn felst í heimstrú? Eru trúarbrögð ekki ein rót styrjaldar? Vissulega eru trúarbrögð iðulega notuð í pólitískum tilgangi til þess að réttlæta hernað. Bókstafshyggja í trúarefnum sundrar einnig samfélögum og jafnvel heilu þjóðum. Það dynjað stöðugt á okkur fréttir af ófriði, hryðjuverkum og spennum. Einstaklingar sem orðið hafa helteknir af rangtúlkun á leiðsögn trúarbragða fremja óhæfu verk með skelfilegum afleiðingum. En við megum ekki verða samdauna þessu ástandi. Friður annað og meira en stríðslok. Trúin, eins og við öll vitum, nær að innstu rótum mannlegrar hvatar. Þegar hún hefur verið trú uppruna sínum og fordæmi þeirra yfirskilvillu einstaklinga sem færðu heiminum stórkostleg trúarkerfi,
vakti hún með heilum þjóðum hæfileikann til þess að elska, fyrirgefa, skapa, sýna hugrekki, sigrast á fordómum, fórna fyrir hagsmuni heildarinnar og aga dýrslegar hvatir. Og ritningar allra trúarbragða hafa ætíð kennt átrúendum sínum að líta ekki aðeins á þjónustu við aðra sem siðferðislega skyldu, sem hún vissulega heldur jafnframt sem leið sálarinnar til þess að nálgast Guð. Ég veit að þetta hvötin sem knúði ykkur öll þess að koma hingað í dag. Og hér liggja frammi eintök á veggnum þarna, eða á gegnum við vegginn, eintök af ávarpi Allsherjarhúss réttvísinnar fyrirheit heimsfrið, sem nú að verða 40 ára gömul. Þetta sígilda ávarp kom frá æðstu stjórnstefnu Bahá'í-trúarinnar 1985. Þegar horft tilbaka þá hreint ótrúlegt hvað margt hefur gerst á þessum 40 árum. Berlínarmúrinn féll, Sameinuðu þjóðirnar losnaði undan oki kalda stríðsins sem gerði mögulegt að halda tímamóta heimsráðstefnur brýn úrlausnarmál. Gott dæmi Ríó-ráðstefnan 1992, þar sem skrifað var undir, það sýnir áhuga minn, þar sem skrifað var undir loftslagssamninginn, samninginn líffræðilega fjölbreytni og samninginn varnir gegn eyðimerkurmyndun. Og ekki þarf að fjölyrða þær miklu breytingar sem framfæri upplýsingatækni hafa haft í för með sér á þessum tíma. Ef við hugsum tilbaka til 1985, þá var notkun internetsins bundin við rannsóknarstofnanir og nokkra geira hins opinbera. Ef svo mikið hefur gerst á nýliðnum 40 árum, hve miklu getur mannkynið áorkað á næstu 40 árum? Og það einnig hér eintök af ávarpis Allsherjarhússins til trúarleiðtoga heims. Það frá 2002 og var afhent biskup Íslands og öðrum forsvarsmönnum trúfélag á Íslandi á sínum tíma. Þetta samhengið og þess vegna erum við hérna saman komin og þakka ykkur öll fyrir að nú líkur þessu inngangsávarpi. Takk. Kærar þakkir Halldór fyrir þetta greinargóða yfirlit. Næsta dagskrá þá tónlistaratriði og það eru Rafaela Sigurðardóttir, Arina Ferro og Mahia Aureli Ferro, og þau ætla að fara með lækningabæn og spænsku Corazón. Textin úr Bahá'í-ritunum og lagasmiðurinn Rafaela.
Næst hefur Sigurður Ingi Ásgeirsson tekið saman nokkrar reikningar og lesa þær fyrir ykkur og þetta heimilega sena bæn líka. Sæl. Ég ætla að lesa hérna nokkrar reikningar á íslensku og ensku. Gullnu regluna. Gullna reglan er hugtak sem kemur fyrir í öllum helstu trúarbrögðum mannkyns. Og hérna er nokkuð dæmi það. Í Bahá'í-trúnni segir: ætla engri sálu það sem þú vildir ekki að þér væri ætlað og segja ekki það sem þú framkvæmir ekki. Og í kristin trú þekkjum orð Jesú: allt sem þér viljið að aðrir menn gjöri yður, það skuli þér og þeim gjöra. Í Búddatrú, haft er eftir Búdda: ekki meiða aðra á þann hátt sem þér sjálfum myndi finnast sársaukafullt. Í hindúatrú er þetta mjög svipað: gerð ekki við aðra það sem þú vilt sem myndi valda þér sársauka ef það væri gert gagnvart þér. Og í Islam segir: enginn ykkar er sanntrúaður fyrr en hann óskar bróður sínum þess hins sama og hann óskar sjálfum sér. Og í gyðingdómi
Það segir, það sem þér andstyggð, gerðu ekki við náunga þinn. Gömlu skáldin skynjuðu straumhvörf tímanna betur en flestir aðrir. Meðal þeirra voru skáld eins og Wordsworth, Shelley, Blake og Tennyson. Þau sáu fyrir sig nýjan heim strax á seinni hluta 19. aldar. Þeim þótti sem nýr og bjartur dagur væri að renna upp yfir heiminn. Í vændum væri himinn, nýr himinn og ný jörð. Hins fyrra yrði ekki minnst framar og það myndi engum hug koma. Írski kennimaðurinn og rithöfundurinn George Townsend fjallar þessi andahvörf í merkri og hrífandi bók sem hann kallar Kristur og Baha'u'llah. Þessi bók hefur verið þýdd á íslensku og í bókinni eru nokkur ljóð sem ensku skáldin ortu aldahvörfin og verða lesin hér í íslenski þýðingu. Fyrst og fremst til að minna á þá sýn gömlu skáldanna að björt og fögur framtíð bíður mannkynsins, jafnvel þótt syrt hafi álinn að sinni. Og fyrsta ljóðið sem lesa er eftir William Wordsworth, hljóðar svo. Hver ljúft var ekki að lifa þessa dögun, en lánið mesta þó að vera ungur. Ó tími eru feysknar gamlar fráhrindandi leiðir,
fyrirmæla, siðvenja og laga, hurfu fyrir heimsins ungu ást. Skynsemanna rödd rétt sinn krafði refjalaust og vildi óðari gerast, örlagana dís við aðstoð verka sem áfram tók að miða í hennar nafni. Velur engan stað, kýs veröld alla, þó gæti jafnvel leynst litla stund í laufgum skálum sjálfrar paradísar, sú væna fegur fyrir heims setið, rumhnapp ofar útsprunginni rós. Hvað vaknaði í huga við þær horfur á hamingju sem engan renndi í grun? Dauðir risu, lífið fylltist gleði. Fundu loks það hjálp sem í hjarta þráði, hagfellt efni, þjátt af bestu vonum. Eggjaðir til afreka og dáða, ekki draumalandi undir heimur, eða á huliðs eyju, hvar má Guð einn vita. Heldur hér í okkar víðu veröld þar sem takast má að handla, hamingjuna eða grípa í tómt. Tennyson næstur, hann orti: Nóttin á enda, það örlar fyrir degi. Ómur berst og magnast, nú skal á fætur rísa. Opnast aldaskeið sem úthaf allt kring, árþúsunda straumhvörf leiftra af dýrð og lýsa, líkt og elding allan heimsins hring. Dagur drottins í nánd. Færist óðfluga nær. Í stormi hans bifast himinstoðir, daprar sofa þjóðir á dyngjum gulls, dreymendur andarpa og bylta sér. Dimmust nóttin fyrir dagrenning. Þegar kvölin sárust, kemur barnið í heiminn. Og dagur drottins í nánd, færist óðfluga nær. Hver sest niður og syrgir horfna gullöð, þegar aldanna drottin hér. Hreint það hjarta sem lifnar við lúðurljóms hans, og þjást verða þeir sem þora. Hver gullöð til forna var einnig járnöld. Hóværir af hjarta lítillátir hafa verkað vinna, á degi drottin sem í nánd, og færist óðfluga nær. John Addison Simmons, hann orti eftirfarandi 1844 og hann segir: Og það mun gerast göfuglega kyn, en gatum fyrri heimi kraft mun rísa, með frelsis eld í anda, sál og æðum, og augu sem af starri þekking lýsa. Nýjar listir blómstra á hærri hæðum, til himinn fólksins máttum tónlist rís. Að söng á vori verður þetta líf, þá veröldin orðin paradís. Og loks var það Julia Ward Howe sem yrkir þetta. Þetta kallað á ensku The Battle Hymn of the Republic, og hún segir: Ég hef litið drottinn koma í dýrð sinni og tign, drjúgum tróða vingarðinn, tímans reiði þrúgur. Ljóta hann lyftri örlagana ægiskjóðu sverði, áfram sækir sannleikurinn hans. Ég vil byrja Arianu Bahí og Rafael að koma aftur og flytja annað lag sem heitir Lift mér upp. Það bæn og Bahí og textur Bahí reytingunum og lagast mér upp Bahí Árelí.
Já, ég þakka Rafaelu, Bæði og Maríu kærlega fyrir yndislega lag. Næst vil ég bjóða Margréti Gísladóttur að koma hingað og flytja fyrir okkur ljóð. Fyrst það þróun fegurðar heims. Hugmyndir úr blámanum færðar geislum sólar í ferdags réttar á sinn stað. Berast í hugarheim lágstillu verundar í lotningu fyrir frásögnum, sögu í sögu. Kveikju þráðum hugsana, djarflega framsetta, opna þráðum tímavefs, fágaða í leik. Hugleiðingar úr sólasölum veralda, hástemda og skarplega upplýsta, litskrúða tilveru. Hlaðna minningum með afrakstur, grósku og þáttöku framandi dags. Forstig friðar.
tíminn kominn, endurmetnir þræðir, greitt úr hnútum í minnstri andardráttar jarðar. Atburðum raðað í farvegi öryggisneta, leiða að endastöðum lífi ljótleikans, meðal upplýsinga á ferð óreiðan handsömuð í samstillingu fólks í takt, tjáningu tilfinninga, leiðangur á enda, frelsið beislað, réttlætið grundvallað og völdin á leiksviði meðal þáttakenda skömmtuð í jafnvægi meðal jafnrétt harða. Í uppfærslu samráð, þjálfunum með samvinnu og þáttöku deildri með öðrum eru hugsmíð venduð og kollvörpuð leyfisveiting til lífs. Í sjónarmiði framgangs tunglið skín í tré allra þjóða og opna glugga ljóslifandi hugar heima. Fyrirboði friðar, griðastaður saga og sögu, við hlustum kallað á lífið. Dulin augnablik með dyrum að dyrum færður heimurinn, ferðalag með minningum, hríslast axlir tilfinningar, hreyfa við landslægi hugaflugs, bylta viðhorfum, sjónarmiðum viðburða, vafðir kærleika, snerta líf. Öndun jarðar, lægðir hæðir óbeislaða styrkin, ósnertanlegan í dvala. Með hugmyndir í innri augum, ókunnugur taktur, úr austri til vesturs og fegur dagformsins opnar vitin á efsta stigi í rennsli lífs. Sviðsett í tímaröð, þráðbein tengd skrásettum augnablikum með reglubundum millibilum. Markverða sagnamóla, ónýtta lífi getta safnast upp varlega í gjafaflóð. Útdeiling friðar. Hlusta eftir hljóðum, horft inn í liti, vexti gróanda með náttúruna í sér, gefur loforð, vekur upphaf, gullnu þráða ástar, silkiváða tilveru, lífslátt anda með tímapunkt framtíð og slagkrafti orkustreymis, möttuls jarðar og hluthafa ákvarðana með prósentum eftir fjölda, staðfestar með einingu í viðurvist þáttakanda, friðsældin runnin upp, gefin út, ítrekað endurtekin og stafir settir í orð. Móttaka nýsprottins friðar, fæðing stundar, nútíð í mótun, ósnortið skapalón í fyllingu tímans, þegar frelsi grasrótar gengur í garð og hugsunum gefi val skoðun, líðan, skjalfjast fæst með gjöf framreidd opin í pakka og deilda mildi með hlustun á sprettu, tóna grósku í seitlandi framrás, brakandi lífs, skraut búin á framkomu, færa lita drýpur af veröld nýkominna heima og klampi verundar skjannbjartur, geislandi afhentur, víðfeðmi velvilja móttakanda. Friðarlogi. Hátt yfir hafið götum meginlands, leiðina hjörtun svífandi þyngdarlaus kynnt undir skrefin að endimörkum komandi lífs með meiningu, lofum stráðum í samhljómi æfingu takts hlé fyrir tíst fugla kveikt á kertum, dygðu merkinga og kóra samstillingar tóna frið í hjarta lífs dúfna á torgi, blóði á velli, vígvélum á flótta, með gæfi velmegunar, nýstirni boðunar, máttastólpum gæða heims. Takk fyrir. Já, ég þakka Margréti kærlega fyrir. Þá komum við Shabnam Naimi að flytja fyrir okkur lokaatriði dagsins. Það lag eftir Chopin, Scherzo nr. 3, opus 39.
Ég þakka Sjöldmann kærlega fyrir meistarlegan flutning. Þá tónlegu dagskrá lokið og ykkur bara velkomið að fá okkur kaffi og spjalla og njóta veitingarna sem í boði. Kærar þakkir.